Það var markmaður hæsimótsins árið 1987, þetta hlýtur að vera formsatriði. Já, þetta bara lögulegt. Ég man ekki eftir að tapa í fótbolta, þannig ég vil alltaf gull sko. Menn sem voru á þessu móti, þeir kannski spyrja sig hvar eru þessi maður í dag? Sem voru á mótinu? Það bara, þeir eru bara á okkurum spítölum og með allt niður um sig. Ég svona eini sem stendur upp úr eftir þetta mót. Það svolítið þú sem gamall fyrirlið og leikmaður Gróttu, þetta hlýtur að vera kókapossmót fyrir þig? Já, ég ekki kallaður löppin fyrir ekki neitt, þannig að ég hugsanlega mun rústa þessu móti. Löppin af hverju? Já, það segir sig sjálft. Baneitru skot. Þannig að menni svo Tryggvi Guðmundsson og Örvar Þór Guðmundsson, þeir kom ekki til með að ógna þér í dag, sérstaklega markmaður hæsimótsins 87. Já, sko, ég bara minni á síðustu 2 víti sem Tryggvi hefur tekið, hann er ekki beint öflug vítaskytta lengur, sko. Þannig að aldurinn er ekki að fara vel með hann. Já, þú tektastu fyrir það að vera dólslætt upp í stúku, hvað í fjandanum þetta gerir hérna? Já, maður þarf nú stundum að breyta til. Það er aldrei dólslætt í mig, djöfuskjaftaði. Hver á Rörður að segja það? Já, sko, maður spyrir sig bara, sko, hvað hefur þú gert í fótbolta? Ég bara unni allt sem ég tekið þátt í held ég. En það er fá einhver. Meira svona upp í stúku samt. Já, mikið, nú ertu eini núlifandi Íslendingur sem hefur klúðrað víti á móti Afrika United. Þetta getur alltaf farið vel í dag. Hvenær, þarna á hvítatjaldinu? Ég er líka eini núlifandi Íslendingur sem skoraði og fiskaði vítið í þessari sömu mynd. Þannig að ég var nú einnig fyrra yfirburðamaður, tapaði bráðabanna, sett einhver 10 víti í röð á landsliðsmarkmanninn og öll í sama hornið. Og þetta er tiltölu auðvelt að skora víti. En ég meina statistíkin, hún er ekki með þér? Hún er með mér. Hvernig getur þú sagt það? Ég vítaskipta frá því í 7. flokki í KR og klikkaði fyrsta vítinu mínu 19 ára og er búinn að taka svona 200 víti í einum yngri flokkana. Þannig að statistíkin er svakaleg. Menn í Víkinni hafa ekkert verið sérstaklega þekktir fyrir að skora úr vítaspyrnu. Nei, ekki eftir að ég hætti, þá hefur þetta svona legið niður á við. En hérna, ég held uppi hér í félagsins og held áfram að skora hér. Ég held með menn sem hafa spilað á móti Afrika United og orðið markmenn í hæsimótinu 87. Þetta verður erfitt? Nei, þetta er frekar létt og ekki erfiðir andstæðingar. Þetta er allt leikmenn sem ég hefur skorað hjá áður. Það er nú bara þannig. Þannig að innst inni þá heldur þú geti gert eitthvað hérna? Ég veit ég geti gert það. Það er bara svoleiðis. Kristján, þú hefur aldrei verið þekktur fyrir að skora inn á knattspyrnuvellinum, kannski meira inn á DV.is? Já, ég er besti vinur DV þessa dagana og það er vel og rosa stoltur af því. Þú drullaður upp á bak á síðasta móti. Þú getur væntanlega ekki verið neitt sérstaklega bjartsýnn þegar þú kemur hérna í dag. Nei, það er samins kuldi og í fyrra og ætli ég verði ekki kaldur á punktinum eins og í fyrra, þá vantarlega skora ég ekki. Ég múin að reyndar að vera að leggja mikið á mig að reyna að ná allavega einu marki og ef það tekst, þá er ég sáttur. Og þú voru aldrei pælt í bara að reyna að freka fyrir þess á blaðamannavellinum heldur en inn á fótboltavellin? Nei, ég held ekki. Ég held að blaðamannabusinessin sé ekki fyrir menni svo mig. En samt áttu mest lesnum fréttina? Já, og mest lesin og þvílík frétt. Reynir, þú lendir í 3. til 4. sæti í fyrra. Það hlýtur að hafa verið tilviljun. Þú ert væntanlega bara að fara að drulla upp á bak í dag, eða ekki? Ekki séns. Það er bara tilviljun ef ég vinn ekki í dag. Hvernig getur þú verið með þessar væntingar? Miðað bara hvernig menn sáu hvernig þetta þróaðist í fyrra? Ég er sko jafnfættur. Ég hugsa að ég tryggi nú sigurinn bara með vinstri í síðustu spyrnunni en hérna ég er gríðarlega öruggur vítaskipta. Það er bara þannig. Þannig að þú heldur að þú setja jafnvel að fara að vinna? Ég held ekkert um það. Ég veit það. Það er bara þannig. Steinn, þú þekktastu fyrir góða sjálfsmyndir á Facebook. Það hlýtur að hjálpa þér eitthvað í dag? Held að ég sé með metið það, sko. 95% bera óanmyndir. Og það er ekki þá bingóið sem að kemur til með að hjálpa þér, það eru þá frekar myndnar á Facebook? Bingóið? Bingó, sko. Sannaði þessum daginn. Einhver talaði Ungfrú Ísland að hún væri stórpartur í þínu lífi. Hún hlýtur að vera ofarlega í hugaðinum í þessari keppni. Hún og allar aðra stelpur held ég. Allan að myndalega kellingar. Það eru stórar yfirlýsingar, Egill með yfirlýsingar og Mikki með yfirlýsingar, það er kannski ekki nýtt? Nei, Glimir hæst í tómri tunnu er svona sem á við núna. Þetta eru menn sem láta oft að heyra í sér og svo er ekkert að baka það. Ég kem bara hérna, ég viðurkenni það, ég er oft kokki en ég ætla bara að mæta þetta núna og rúlla þessu upp og labba hérna út sem sigurvegari. Þannig að fótboltahæfileikar frá Sauðárkróki þeir koma til með að skila sér hérna í dag? Já, ekki bara fótboltahæfileikar. Ég held að muni hérna nýtast með bara hvað ég er yfirvegaður og þægilegur eitthvað. Og hérna það verður líka hógvær. Já, hógvær og það verður bara gaman að niðurlægja Hannes líka. Ég líti á þetta sem svona smá áskorun að niðurlægja hann. Var valinn bestur hérna í þessari deild, þessari pappakassadeild og ætla að niðurlægja hann í leiðinni. En þetta verður mjög gaman.
ef ég hræðist einhvern, þá var það Mike Brown. Kobe Bryant eða Robin Van Persie eins og ég kalla hann núna, hann ekki að fara að gera neitt í þessari keppni. Egil, þú þekktu fyrir að skora, þetta hlýtur að vera kókapásmót fyrir þig. Þetta náttúrulega bara eins og að stela sleikjó af simpansa. Það svolítið þannig. Þannig að ég hef nú ekki miklar ágjörð þessu dag, svo ég tók ekki svona takkaskóna með, ég bara einhver hlaupaskóm, skilur, ég er bara svona, ég er bara að fara að niðurlægja þessa aumingi, þetta er enginn í standi og þetta er bara, þetta er mest að sama safna aumingjum, svo það finnur, það er svolítið þannig. Þannig og ég þekki Hannes mjög vel, hann veit nákvæmlega hvernig hann hagar sér í rammanum, sko. Mikki búinn að vera með stórar yfirlýsingar fyrir þetta mót, hann segist vera að fara að vinna. Mikki er með allt niður úr sér. Mikki sagðist líka alltaf að vinna þetta í fyrra og hitti fyrra og hann er bara, þetta er Mike Brown, veist. Það lyktar hans í stöngunum, tjekka á þessu. Málið, ég hef engan áhuga að vinna þessa keppni, mér langar bara að niðurlægja mannin sem er í markinu. I'm a loser. Er ég út á það? Nei. Bedtime, boys. Oh, Mom! He's back! The sun blowing the moon away lights me up for one more day. The streets are making an only sun. The night is behind me. I run and run. Verðið ekki þarna. Morning heat, it's a thin film of sweat on my face. A little man, his eyes half closed, puts chairs on tables, admires his work, and collects a quarter from the floor. I head over to Broadway, where I watch myself having a slow breakfast, trying to impress the barman with a fresh voice when I ask for the bill. The sun blowing the moon away lights me up for one more day. The streets are making an only sun. The night is behind me. I run and run. Desire. 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 I'm burning.
Er það tilviljun að KR vinnur vítakeppnina? Nei, ég held ekki. Við erum búin að vinna allt sem í boði á þessu ári og árið núna að ljúka og þá eðlilegt að ég vinni hana. Hannes, hvernig var standardinn á þessu? Varst ekki að láta þessum að líta aðeins svo vel út? Jó, það má kannski segja það. Ég kannski var ekki nógu vel gíraður á köflum en ég náttúrulega bara fyrst og fremst ánægður með að hafa tekið hrókagíkinn Auðun Blöndal út í fyrstu umferð. Hann var með yfirlýsingar fyrir þessa keppni og enda var ég ekki lengi að henda honum út. Og maður sá einhvern veginn það var eiginlega bara markmið númer 1, 2 og 3 og hinir einhvern veginn fengur svolítið frítt spil í fyrstu umferðunum. Já, ef menn eru með kjaft sko, þá setur maður smá ekstra effort í þetta. En menn stóðu sér vel, þetta voru öruggar vítaspyrnur og gaman að sjá gömlu kempuna Gústaf Björnsson, ekki satt? Gústaf Bjarnason. Hann alveg svoleiðis smurðan hægri vinstri í sikkvort vinkilinn og ég er ekkert við hann.